Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við erum í jólaskapi drengirnir og ég vona eiginlega bara flestir Íslendingar séu komnir í jólaskap. Já, mér finnst það. Mér finnst eins og flest allir séu einhvern veginn. Það er smá stress í liði núna. Já. Ég held að ég sé ekkert svo eini sem búin að bíða fram í síðustu stundu. Ég ætla að kaupa 4 sko. Nei, og svo er líka alltaf gott trikk að þú ert með allt niður þig. Þá getur þú fengið 4-5 á Þorlák og farið að klára þetta. En hvort verða gjafirna betri eftir 4-5 eða? Það verða verri. Ég lendi því að gefa pappa mínum leðubuxur og einhverja Shaquille O'Neal DFT-mynd, það var einhver andi framan á. Hann held að vera grín. En það var bara gjöfin. Það var bara gjöfin. En minna, þú veist, gjöf. Bara græða. Ég meina, ekki allir sáttir eða þú færði eitthvað? Já, heyrðu, en talandi það, hefði ég ekki átt að fá gjöf fyrir það að vinna auglýsingaleikin? Við tölum aldrei það. Já. Við fórum í keppni. Já, það var komið sigurinn. Hvað ég að fá? Þú varst hana með naumyndum. Auglýsingar alveg skell. Býtu, vann í hana með naumyndum? Já, það var mjög tæft. Þú vorst ekkert að fara eitthvað yfir hvernig þetta fór. Við erum búin að viðkynna, þú vannst. Ég er það gaman að einu, út af nú erum við að tala um þetta viku eftir keppnina, ég er mjög skemmtilegt. Ég fekk í álfurunni reitt fólk á mig, bara reiða Íslendinga. Hvern sjöfullin gengur að þessum sjálfum glaða stera haus. Gat hann ekki bara hvernig kemur spilið því við hann sé þetta sjálfurinn í ræktin eitthvað og þú veist, fólk var reitt vekk PM frá nokkuð reiðu, vel reiðu. En sko skellu sást ekki í auglýsingunni. Ég var með en ég samt ánægður að þau séu reið. Ég held að flestir hlustundur að kveikta komedíunu þetta var gert til að pirra ykkur tvo alveg að spilið sjást max 2 svar ég ætla að pirra ykkur. Það voru ekki allir sem en ég pirraði þjóðin leið. Strákar, úrslitin eru svoleiðis. Úrslitin í þetta var lækkeppni. Það var sem sagt lækkeppni, við vorum í auglýsingakeppni fyrir spilið alvöru skellur. Já, ég tók 3000 likes og er í fyrsta. Egill, hversu nákvæmlega? Hversu 3000? 2000. Já, ok, þú varst ekki 3000, ekki vera hækka. Hvað sagði 3000 í 2,9. Það fyrir 3000 eftir korter. Sem er ekki svo gott. Egill var með 350. 353 S-face. Hvað taka 3 af þeim? Það munar ekki um að 2 og 6. Auðlega með 625. Þetta er mesta rúst bara. Hann pakka okkur saman. Herðu, hann setti líka Jóhann Berg hamsturinn sinn í vídeo sem við höfum átt að hafa á byrjun engin dýr, fólk elskar dýr. Herðu, ég hafði klukkutíma ég bara, kærasta mín tók þetta upp og eina sem ég gert eins og allir gerðu, klukkutími já, eins og allir gerðu, þetta grínast þú fyrst nú bara risastórt krú til að taka þína sko. Ok, fyrst við erum að tala það hjálpaði þér ekki. Fyrst við erum að tala þetta og að þakka Ella Casada vinni minn og Guðna Halldórsinni þakka kærlega fyrir aðstofuna við gerðum uppáhaldsins. Héldu þið báður á símanuðinu með það? Báður, þetta er bara svo bíl vitlisingur. Ég er ekki að fíla og fengir hatuspost á. Guðni er að klippa aðra okkur að bíómynd í dag og Elli er að skjóta annarkvæmt sjónvarpsþátt, þetta meikar ekki sens. Það var einn gæi sem las yfir mér, skoðaði prófílinn hans og var eitthvað glerharður sjóari. Ég treysti mig ekki sem svara honum. Pakkaði mig saman. Herðu, áður en förum í kortmyndur frekar þá vil ég líka minna á að við erum að árita spilið alvöru skellur á eftir í Hagkaup. Egill, klukkan hvað? Hagkaup Smáralind síðast áritunin 19:00 til 20:30. Já, þannig að fólk vil fá áritun á spilið þá komið í Hagkaup Smáralind 19:00 á eftir. Eftir þátt fá okkur salatfélagarnir fyrir að sérna í Smáralind. Já, en lagerinn er tómur þannig að fekk hver að vera síðastur. Við eigum ekki til spil þannig að allt sem er til er í búðum. Já, þannig að þetta eru bara síðustu spilin sem eru í gangi núna. Það er bara svoleiðis. Herru, strákar, eru þið til í hvort mynduð þið frekar? Já, ég til ég. Mér er ekki að fíla ég sé ekki að stjórna þið núna. Herru, það er ekki trailer fyrir þetta. Nei, það hefur aldrei verið. Við þurfum kannski að vinna þess meira með trailera. Já, þurfum við kannski að gera það. Hver er búin að búa til eitthvað 20 trailer og búa að kötta á þetta? Herru, þessi trailer eru líka alltaf 7 mínútur. Það er bara trailer á bara 20 sekúndur max. Herru, eru þið klárir? Já, til. Þá er það fyrsta spurning og ég ætla að byrja svolítið vinalega. Bara svona aðtöga hvernig þið standið með þetta. Mér finnst gaman að vera hinum með henni í þessu. Já, og þetta eru jólaspurningar, að sjálfsögðu. Þetta eru jólaspurningar. Egill var svo eini sem var ekki með jólaspurningar. Ok, hvort mynduð þið frekar? Egill, ertu að hlusta? Ertu klár? Hvað er ég að hlusta? Hvað er ég að gera? Þú ert í tölvun að svara einhvern tölvupóstum? Vera einir á jólunum og fá mat upp á 10 og geggjaða pakka. Eða vera með fjölskyldun á jólunum en vera með niðurgang. Býtu ha? Ok, einn á jólunum. Þú ert geggjaða mat. Þú fær mat upp á 10. Já, alveg heima. Mikið að pökkum. Og það geggjaða gjafir. Hvað ertu að tala um? Bara ferð fyrir 2 til Dubai? Nei, ég meira að tala bara svona þú færð allt sem þú myndi vilja. Já, ok, þannig að ég myndi vilja ferð fyrir 2 til Dubai þá myndi ég fá hana. Það er svolítið stór gjöf, bíll Dubai. Ég er meira að tala um kannski og færð bara einhver headphones sem þú vildir. Ég veit ekki hvað þú ert að fá í jólagjöf. Ertu að fá ferð frá Dubai, er það venjan? Nei, þú varst að tala um ég mætti fá bara hvað sem er í jólagjöf. Ég er að spá ég bara hvað budget er í þessu. Geggjaða pakka. Já, ok.
Og en hvað, er ég með fjölskyldunni og þá En þú ert með fjölskyldunni, farið að vera með henni sem náttúrulega mjög svona mikilvægt. Ég held að fólk kjósi það yfirleitt. En þú ert með bullandi niðurgang. Eitthvað sem þú náttúrulega getur tekið í mótum. Ég veit að Svanþór Einarsson, fasteignasali í Mosfellsbæ, hann tekur í mótum bara á venjulegu miðvikudegi. Þannig að ég veit að það ekkert að því að taka stoppara. En þú ert með ræpu. Já, með ræpu með familíunni. Möndur taka það? Já, nefnum þetta sé bara Dubai og bílar og eitthvað. Þá myndi ég kannski fórna einu mjólum. En þú ert mikill fjölskyldumaður, ég veit það. Ég veit það. Ég myndi alltaf taka en það samt líka ömulegt að vera að leggja það á fjölskylduna og vera með niðurgang í sófónum. Það er eitthvað vont að vera einn mjólum líka. Það er hrikalegt. Ég tek familíuna, já. Þetta aðfokadagur, ekki? Nei, þú segir svona bandarískur og opnið pakkana bara á mótni. Nei, þetta svona eftir kljóðan 6-7 á aðfokadegi. Það er frekar leiðilegt að vera með niðurgang. Það er leiðilegt, sko. Já. Og ég myndi ekki njóta kvöldsins með niðurgang. En ég var einn heima með kannski 20-40 ískalda litla jólabjóra geggjaða mat og er að opna pakka. Ég hugsa að það var helviti skemmtilegt kvöld, myndi ég halda ágrið, sko. En þú ert einn? Já, ég get bara... Dóttin ekki og mamma og pappi það kemur dagur, sko, og sem hitti ég bara daginn eftir, hvað segir ég gott og... Ég ætla að breyta svarinu mínu. Þið seldum þetta báðir með 40 jórum. Ég nefnir ekki með niðurgang með fjölskylduna, það er bara viðbúslegt. Ég ætla að taka Sam og Egill. Ég hefði tekið það Sam og þið báðir. Herru, þá er það... Þetta eru 3 spurningar. Já, eins og alltaf. Hvort myndu taka 2 Viagra og hendi ykkur í jólabaði með mömmu ykkar? Eða fá forhúðasýkingu og fara í jólaumskurð? Þetta er bara einhver spurning sem ég heilt í sögu þáttarins. Hvað meinaru? Akkur það er ekkert aðeins að spurningu. Þetta er versta spurning sem ég heilt í sögu þáttarins. Ég er ekki að fýblast eina sekundu núna. Ég er ekki að hlæja. Þetta er ógeðslegasta spurning sem við komum í þættinum. Akkur er svo ógeðsleg? Það er bara fólk núna í jólatrafík að hlusta á. Ég var bara að spyrja hvort þú myndi að fara í jólabað með mömmuðinni. Þetta er eina lag, sko. Forhúðasýkingu. Ég þurfti að fara í jólaumskurð. Fólk er að gefa ykkur fanlög, það er að flauta sem að kæra fram í hana. Sko, ok, ég er svolítið þannig, við varum í FM-stúdíónu og þá myndi blöð ít og stóra grænatakkan sem þið eru komnir í lag. En þú eru fastir á hverfis. Þú skulum ekki endurtaka spurninguna, ég ætla bara að taka hérna... Ég myndi fara með loka augun bara með mútu. Herðu, hérna... Eftir 2 Viagra? Nei, þú veist hvað Viagra gerir það ekki? Þú tekur ekki Viagra og færi bara stampinu. Nei, þú liggur í baði með henni, þú nuttast óvart alltaf aðeins utan í hana. Það mun ekkert örfa með, þetta er mamma mín upplýsingurðin. Nei. Það þarf til þess að Viagra virki, þá þarf það eitthvað að örfa þig. Ég veit það, þú þarft ekki nema bara að reka þig utan í vegg og þá færðu stampinu. Hvaða pillur ert þú að taka, maður? Þetta eru 2 Viagra. Þetta er bara kortir í hjartaáfall eftir 2. Já, það er meira líkur að fá hjartaáfall heldur nú fáir eitthvað blóð í gang með mömmuðin í baði. Ég lofa það. Þú myndir alltaf nuttast utan í baðkarið eða hana. Þetta er þröngt baðkar. Það er ekki nóg að fá bara eitthvað snertingu. Þú þarft að fá eitthvað örðun. Nei, ekki til 2. Þá er það snerting. Þú ertu búin að prófa það? Nei, ég bara get eiginlega að lofa þér. Eftir það miklu vesen þú tekur 2. Ég get nánast lofa þér því. Eða jólaumskurð, það eru margir í því. Sko, slakið það þess á, þeir eru alltaf æstir. Sko, ég á marga vini sem nota mikið af Viagra og þeir segja við mig að hálf er nóg. Og þetta er basically scam að taka heila. Þannig að 2 blöð og fær ekki stífandi 2. Þá er þetta eitthvað lélægst að tabla á all fucking time. Já, þá myndi ég líka bara fara... Ég man, við gerðum tilraun. Má ég tala aðeins? Ok. Við tókum tilraun. Sveppi gerði tilraun þegar við vorum í strákunum. Ok. Hann tók heila. Ekki 2? Nei, en þú segir að hálfvegi að vera nóg og 1 sé skemm, þannig að það gerðist ekkert. Það sem ég reyna að útskýra fyrir ykkur af því að við googlum þetta þá. Það þarf að vera eitthvað. Þú örfast ekkert við að fara mömmuðinni í bað. Nei, en hefðu þið Pétur farið og verið svona aðeins að slá í klófið á honum? Þá hefðu þau eitthvað gerst. Hvað er mamma henni að fara að gera með þér í baði? Nei, ég er að segja bara... slá í þig? Nei, þú fær bara... Því líka... Nei, mamma þín, þetta er spurningin til ykkar. Já, ég tek baðið. En byrju, hvað var hitt aftur? Þú ert með forhúðasýkingu og þú ert að láta... Nei, þá höfður bara að henda þér í bara svona jóla... Já, ok, það er margir sem gera það. Ég fæ sýkingu, fólk lendir því oft og hvað... Já, ok, tökum sýkingun í burtu, bara jólaumskurður. Jólaumskurður? Já. Sem er basically bara, þú veist átt að því að sko það hort niður á þess og bara svo okkar röst í bandaríkjónum og þetta ekki umskorun sko. Ég veit það. Það er basically a luxury að vera með umskorun. Já, ég veit það. Ég tek það alltaf, sænaði mig það. Ég er ekki að vera í bað með mömmu. En sko, þú veist að það er gert við börn þegar þeir eru krakkar. Já, ég held að þetta séðast meira vesendur út á það er allir aðeins Nei, það er ekkert allir Hvað heldur þetta sé bara svo tattoo Það var í umskurð Blöð og tala með mömmuðin í bað til 2 Viagra sko Það er ekki lægi með þig Ég held að þið fatti ekki Fyrir við þrið og síðust Ég held að vona að hafði sig ekki að hlusta Ég held að myndi alltaf taka jólaum Ég myndi bara loka augun Fara bara í bað og loka augun Við tökum næstu
Það ekkert rétt í þessu kannski Hvort myndirðu vilja senda eina jóladickpic eða fá sendar 300 jóladickpics á þig á aðfangadag Af random Þetta er rosalega jólalega spurningar hefði maður Skemmtilegt þemma Þetta er jóladickpic Hvernig er jóladickpic? Er jólasveit Já, kannski smá á kantinum? Já, bara smá greni í kring Ég veit það ekki Greni? Eitt köngull Já, þetta er bara komið gott Ég sendi bara eina Sendir eina Málið sem með Steinþór, hann er stjórnar núna hvort myndir frekar Ég var ekki með neitt dónaskapa meiri í hvort myndir Ég er ekki með neitt, þetta er bara svona Steindín Hórskur Vala áttu eitthvað fallegt hlaðan okkur inn til að bjarga honum Steinda Ég væri búin að íta græna taka núna Er eitthvað dónalegt að það er jólaumskur? Takk